og leggjum frá fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá því 22. nóvember, fundargerðir menningar- og ferðamálaráðs frá því 25. nóvember. Í 5. dagskrárlið. Já. Enginn hefur kvætt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir því að koma upp og gera grein fyrir bókun sinni undir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014. Einnig hefur fulltrúi Vinstri grænna óskað eftir því að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun sinni undir þessum dagskrárlið og jafnvel borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og Bestaflokksins. Eða ekki? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla fyrir hönd borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að kynna bókun okkar vegna afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir 2014 hér í borgarstjórn. Hún hljóðar svo: Of mikil skattheimta, skuldasöfnun og útþensla kerfisins að kostnað almennings er það sem stendur upp úr þegar litið yfir verk meirihluta Bestaflokksins og Samfylkingar á kjörtímabilinu. Enda þótt meirihlutinn hafi ekki talið sig eiga annarra kosta völ en að draga gjaldskrárhækkanir tilbaka er fjárhagsáætlun 2014 engin undantekning. Eitt fyrsta verk vinstri meirihlutans var að leggja hámarksútsvar á Reykvíkinga og hækka ýmsar aðrar álögur. Sú skattahækkun er nú fest enn frekar í sessi. Sífellt vaxandi kostnaður sýnir að aðhald og ráðdeild skortir í rekstri Reykjavíkurborgar. 4 viðamiklar breytingar hafa verið gerðar á stjórnskipulagi borgarinnar frá árinu 2010 sem hafa leitt til flóknara og dýrara kerfis. Á síðasta kjörtímabili var borgarsjóður rekinn með rekstrarafgangi þrátt fyrir mikla erfiðleika í efnahagslífi þjóðarinnar á síðari helmingi þess. Frá því núverandi meirihluti tók við völdum í borgarstjórn hefur borgarsjóður hins vegar verið rekinn með halla. Það er áhyggjuefni fyrir alla borgarbúa að frá árinu 2010 hafa hreinar skuldir borgarsjóðs tvöfaldast. Að meðaltali er skuldaaukning hreinna skulda 6,5 milljarðar á ári eða 750.000 á hverja klukkustund frá því að Samfylking og Besti flokkur mynduðu meirihluta í borgarstjórn. Skuldir hafa aukist meira en 26 milljarða eða 115% og enn hyggst meirihlutinn halda áfram á braut skuldasöfnunar. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2014 mun borgin auka enn frekar skuldir sínar og skuldbindingar á næsta ári. Núverandi meirihluti hefur lagt mikla áherslu á að sækja stöðugt meira fé til borgarbúa og ganga á ráðstöfunartekjur þeirra fremur en að líta sér nær og hagræða í kerfinu. Þessar miklu hækkanir á kjörtímabilinu hafa kostað meðalfjölskyldu í Reykjavík 403.000 krónur á ári. Það frumvarp að fjárhagsáætlun sem meirihlutinn lagði fram í lok október byggðist á gjaldskrárhækkunum áttu sér ekki hliðstæðu meðal annarra sveitarfélaga. Talsmenn launafólks bentu á að gjaldskrárhækkanirnar hefðu bitnað harðast á barnafjölskyldum, öryrkjum og einstæðum foreldrum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýndu gjaldskrárhækkanirnar og viðbrögð í samfélaginu við málflutningi þeirra voru mjög sterk. Í framhaldi af þessu hefur meirihluti borgarstjórnar dregið gjaldskrárhækkanir tilbaka. Í stað þess að bregðast við með því að hagræða í kerfinu vegna minni tekna eru framlög til málaflokka aukin og afleiðingunum fleytt inn í framtíðina. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að kynna bókun undir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 og þá kemur hingað upp borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir og kynnir bókun undir þessum sama dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að lesa hér bókun borgarfulltrúa Vinstri grænna sem er svohljóðandi með leyfi forseta. Þessi síðasta fjárhagsáætlun Bestaflokks og Samfylkingar er merkilega lítið frábrugðin fjárhagsáætlunum meirihluta Sjálfstæðis og Framsóknarflokks á síðasta kjörtímabili. Þótt einhverjar breytingar hafa verið gerðar á verkefnum og forgangsröðun innan sviða er forgangsröðun milli málaflokka mjög hefðbundin og flöt. Borgarfulltrúi Vinstri grænna flutti 8 breytingartillögur við áætlunina sem allar lutu að velferð og auknum félagslegu réttlæti. Lagt var til að félagsráðgjöfum yrði fjölgað á þjónustumiðstöðvum og í barnavernd að 17 ára ungmenni hefðu aðgang á Vinnuskóla Reykjavíkur, að íbúðum félagsbústaða yrði fjölgað 80 en ekki 30, að fjárhagsaðstoð yrði hækkuð 10% en ekki 4%, að fjármagn til aðgengismála yrði hækkað, að styrkir til mannréttinda yrðu hækkaðir og að fólk í atvinnuleiti og fjárhagsaðstoð fengi gjaldfrjáls bókasafnskort og aðgang að sundi. Síðustu 2 tillögurnar voru samþykktar. Nauðsynlegt er að forgangsraða fjármuni borgarinnar með skýrari hætti. Það þarf að standa styrkari vörð grunnþjónustu og velferð, börnin, menntun þeirra, mannréttindi og lífsgæði, jafnvel þó að kunna kosta okkur eitthvað á öðrum sviðum.
Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að kynna bókun undir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 og þá mun borgarfulltrúi Karl Sigurðsson koma upp og gera grein fyrir bókun Samfylkingarinnar og Besta flokksins undir þessum sama dagskrárlið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég les nú bókun Samfylkingar og Besta flokks vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014 og hefst nú lesturinn. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 hefur nú verið samþykkt. Allar áætlanir meirihluta Besta flokksins og Samfylkingarinnar hafa verið unnar með trausta og ábyrga fjármálastjórn að leiðarljósi. Allar aðgerðir hafa miðast við að treysta fjárhag borgarinnar og ber þar hæst aðgerðir til að mæta vanda Orkuveitu Reykjavíkur. Þar hefur öllum markmiðum verið náð. Borgarsjóð hefur verið farið traustum og öruggum höndum. Borgarsjóður hefur ekki farið varhluta af kreppunni í samfélaginu, bæði á tekjuhlið og í mörgum kostnaðarliðum. Þannig hafa útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar ferfaldast á árunum 2008 til ársins 2013. Mestar viðbætur í þessari fjárhagsáætlun fara til skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs sem eru stærstu fagsvið borgarinnar. Framkvæmt hefur verið af myndugleik í borginni. Borgin hefur því tekið frumkvæði í að skapa atvinnu fyrir þann hóp sem verst fór út úr efnahagshruninu. Lögð hefur verið áhersla á framkvæmdir sem ekki auka rekstrarkostnað borgarinnar. Þessar framkvæmdir hafa verið fjármagnaðar af lánsfé en þó hefur lántaka snarminnkað og á næstu misserum mun vera svo komið að einungis 30% af framkvæmdafé verður fengið að láni en mestmegnis framkvæmt af handbæru fé. Gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir skóla- og frístundamál, til að mynda leikskólagjöld, frístundagjöld og mataráskrift í skólum munu ekki hækka né gjaldskrár fyrir velferðarþjónustu. Þessar gjaldskrár verða því áfram með þeim allra lægstu á landinu, auk þess sem barnmargar fjölskyldur njóta ríkulegra afslátta. Þar að auki eykst borgin auka gæði skólamáltíða. Þá munu framlög til frístundakortsins hækka 5.000 krónur á hvert barn sem mikilvægt til að öll börn hafi tækifæri til að njóta þess frístundastarf sem boðið upp á í borginni. 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir samstæðuna gerir ráð fyrir mikilli niðurgreiðslu skulda. Haldið verður áfram að greiða niður langtímaskuldir Orkuveitunar í samræmi við planið. Gert ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 108 milljörðum á tímabilinu. Borgarfulltrúar Besta flokksins og Samfylkingarinnar vilja þakka starfsfólki Reykjavíkurborgar kærlega fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í fjármálastjórn borgarinnar. Allir hafa lagst á eitt, almennir starfsmenn og stjórnendur, til að koma Reykjavíkurborg í gegnum líklega erfiðasta tímabil í sögu borgarinnar. Það frábær árangur. Og borgarfulltrúi Karl Sigurðsson lokið við það að gera grein fyrir bókun undir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir hönd Besta flokksins og Samfylkingarinnar. Þá mun borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson gera grein fyrir bókun. Forseti, ágæta borgarstjórn, svohljóðandi bókun Besta flokks og Samfylkingarinnar til skýringar við afgreiðslu á tillögum neysluhlé. Reykjavík var greiða leikskólastarfsfólki umfram kjarasamning árið 2007 svokallað neysluhlé. Neysluhléð eru yfirvinnutímar upp á 10 klukkustundir á mánuði. Tilstóð að greiðslurnar myndi falla út í áföngum eftir því sem hækkanir á launum leikskólakennara samkvæmt síðustu kjarasamningum kæmu inn. Fjórðungur greiðslurnar eða 2,5 klukkustundir á mánuði féll inn í launatöflur FL en voru ekki fleiri skref stigin. Eftirstendur og leikskólakennarar fá 7,5 klukkustundir á mánuði í yfirvinnustundum umfram kjarasamning og telur heildarfjárhæð vegna neysluhléðs leikskólastarfsfólks alls rúmlega 400 milljónir króna á ársgrunni. Þetta hefur haft mikið að segja í mönnun leikskóla enda getur munað verulega á kjörum leikskóla starfsfólks eftir sveitarfélögum Reykjavík í hag. Ég held að borgarfulltrúar verði að koma hingað upp og lesa þetta aftur. Það eiginlega bara fyrirgefið. Gjörðu svo vel. Má ég óska eftir að einhver annar lesa þetta sem ekki jafn rámur og ég? Foreldri svo forseti að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fengi síðasta orðið. Reykjavík hóf að greiða leikskóla starfsfólki umfram kjarasamning árið 2007 svokallað neysluhlé.
Neysluhléð eru yfirvinnutímar upp á 10 klukkustundir á mánuði. Til stóð að greiðslurnar myndu falla út í áföngum eftir því sem hækkanir á launum leikskólakennara samkvæmt síðustu kjarasamningum kæmu inn. Fjórðungur greiðslana eða 2,5 klukkustund á mánuði fjallu inn í launatöflur FL en ekki voru fleiri skref stigin. Eftir stendur að leikskólakennarar fá 7,5 klukkustund á mánuði í yfirvinnustundum umfram kjarasamning og tilheyrir heildarfjárhæð vegna neysluhléðs leikskólastarfsfólks alls rúmlega 400 milljónir króna á ársgrunni. Þetta hefur haft mikið að segja í mönnun leikskóla, enda getur munað verulega á kjörum leikskólastarfsfólks eftir sveitarfélögum, Reykjavík í hag. Þá hefur borgarfulltrúi Karl Sigurðsson lokið við það að gera grein fyrir bókun Samfylkingarinnar og Bestaflokksins undir breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins D1. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og telst honum lokið klukkan 22:30. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.